Komið sæl og velkomin í þennan umræðu þátt með forystumönnum þeirra stjórnmálaflokka sem nú eiga sæti á Alþingi. Velkomin öll hingað í myndver. Takk fyrir. Nú liggja úrslitin fyrir, þau eru ljós og það er engin tveggja flokka stjórn í kortunum. Það er hins vegar 13 mögulegar þriggja flokka stjórnir í kortunum. Að vísu engin án þáttöku Sjálfstæðisflokksins. Okkur langaði bara til að spyrja, í fyrstu, þið eitthvað byrjað að tala saman? Ef ég bara byrja á þér, Bjarni, ertu farin að eiga í einhverjum samtölum við hinn sem hér sitja? Ekki get ég sagt að það séu neinar eiginlegar slíkar viðræður. Ég held að það sé samt sem áður hægt að segja að bæði í aðdraganda þessara kosninga þegar fyrir hefur legið að það yrði mjög torsótt að mynda tveggja flokka stjórn og síðan svona eftir því sem að línur hafa verið að skýrast að þá hefur maður svona reynt að átta sig á því hvernig aðrir að líta á stöðuna. En annars ég orðin mjög þreyttur á þessari spurningu. Við náttúrulega erum að hittast alveg oft á dag, þannig að við erum talsvert að tala saman í kringum það kannski að það. Það má halda það fram að við séum öll að tala saman og séum búin að gera margsinnis í dag. Stingið saman nefjum hérna þegar við hittist hérna í græna herberginu. Já. Og hvað er að koma út af því? Ekkert. Ekkert þess sem komið. Það liggur auðvitað fyrir að á morgun forsetinn búinn að boða alla formenn flokkarna til sín og það nú kannski fyrsta skrefið. Hann orðaði þetta ágætlega á tröppum Hallgrímskirkju í dag, það væri nú bara alveg óþarfi að vera að tala um þetta í dag. Já, ok. Við ætlum samt að leyfa okkur að ræða þetta örlítið. Bjarni, þú ert fyrstur á dagskrá á Bessastöðum á morgun. Þú ert fyrstur í röðinni til að hitta Guðna T.H. Jóhannesson. Hvaða skilaboð ætlar að færa Guðna? Já, ég get nú til dæmis talað um það við hann að mér þykir skipta máli að hér verði mynduð sterk ríkisstjórn þó að staðan sé góð og ég ætla ekki að horfa tilbaka, ég að horfa fram á við á þessi helstu verkefni sem að næsta ríkisstjórn þarf að takast á við og hvaða tækifæri bíðarnar en líka svona hvaða áskoranir. Að þá þurfum við að mynda hér sterkar ríkisstjórn og það verði trauðlega gert án aðkomu Sjálfstæðisflokksins. Þið voruð að benda á það hér áðan að það verður ekki gert í þriggja flokka stjórn án aðkomu Sjálfstæðisflokksins. Og mér langar nú bara svona til þess að leggja það á borð fyrir hann, hvernig ég met stöðuna að afstöðnum kosningum, hvaða skilaboð ég tek út úr kosningunum og hvers vegna ég telji að það sé óraunhæft að mynda sterkar ríkisstjórn án okkar aðkomu inn í næsta kjörtímabil. Þegar þú segir sterkar ríkisstjórn, áttu þá við ríflegan þingmeirihluta? Já, ég á bæði við það og eins líka ríkisstjórn sem líkleg til þess að geta tekist á við þessi stóru verkefni. Ég meina, við þurfum auðvitað líka að horfa á það hvaða mál flokkar sett á dagskrá hér fyrir kosningarnar og hver niðurstaða kosningana Við töluðum um það að hér þyrfti að viðhalda stöðugleikanum og það væri góðar horfur í efnahagsmálum en það væri ekki sjálfgefið að það yrði framhald á því. Það þarf til dæmis sterk bein í ríkisstjórn þegar að tekjur ríkissjóðs að aukast til þess að fara ekki í að ráðstafa því öllu samstundis út í hagkerfið og valda þannig eftirspurnar spennu. Jafnvel þótt menn vilji leysa vanda hvers Íslendings að þá ekkert endilega víst að það sé góð ráðstöfun. Sko, það þarf svona bara að fara vítt yfir sviðið. Ég þeirra skoðunar að við séum nokkuð afgerandi sigurvegari þessara kosninga í þeim skilningi við leiðum í öllum kjördæmum og erum augljóslega langstærsti þingflokkurinn og að við höfum fengið góðan hljómgrunn hjá kjósendum og það hljóti að þurfa að horfa til þess. Benedikt, þú hefur líka sagst vonast eftir stjórnarmyndunar umbúðinu og þið hafið í dag talað um að það vanti einhverja breiða skírskotun í ríkisstjórn. Hafið þið hugað því að mynda ríkisstjórn með Sjálfstæðisflokki og Vinstri græn? Við höfum sagt að viljum ekki útiloka neitt og ég hef alveg tekið undir það að það væri skynsamlegt að mynda breiðari ríkisstjórn heldur en áður hefur verið gert og það væri þá eðlilegt að gera það undir forystu Miðjuflokks og við erum sá flokkur sem vinnur mest á núna þannig við teljum að það sé eðlilegt að byrja þannig. Ég held að menn þurfi að hugsa þetta svolítið upp á nýtt samt að
sko, það verða náttúrulega einhverjir í stjórn, en þarf það endilega að vera stjórnarandstæða, getum við talað að við ætlum að skoða mál saman, vinna þetta öðruvísi svolítið heldur en gert hefur verið, það þurfi ekki alltaf að setja allt í bál og brand, þó menn hafi ekki formlega aðkomu á stjórnarborðinu. Ég held að verkefnið vissulega flókið eins og bent hefur verið á, ég held hins vegar að það sé alls ekkit óyfirstíganlegt eða sérstaklega erfitt ef menn nálgast það sem verkefni til þess að leysa og helst á skömmum tíma. Tíminn ekkert mjög langur en þá eru þau bara vaka aðeins lengur og vera betri hvort við annað. Það var bent á það hérna í fréttum áðan að þau eru eiginlega búin að útiloka bæði samstarf með annars vegar Sjálfstæðisflokki og Framsókn saman og hins vegar líka með 4 stjórnarandstöðuflokkunum. Já, ég sagði þá sko að við kannski litist verra á það, þetta er orðið svolítið flókið 5 flokka kerfi, en ég útiloka það í sjálfu sér ekki neitt. Það er bara þessi augljósa stærð, það verður meira flækjustíga því sem eru fleiri flokkar sem koma að því, þetta það sé augljóst, en menn hafa nú bent á það líka, það er hægt að setja fram minnihlutastjórn, þetta var hlutleysi ákveðina flokka og svo framvegis. Það er ýmislegt hægt að gera ef menn einsetja sér að leysa málið. En þegar þú talar að þú viljir mynda stjórn, þegar sjáu fyrir þér að mynda stjórn frá miðjunni, áttu þá við í báðar áttir og tengja saman vinstri og hægri flokka? Já, mér finnst það alveg geta komið til greina. Þannig að það geti komið úr báðum þessum bandalögum. Akkurat. Katrín, þú hefur kannski ekki útilokað samstarf með Sjálfstæðisflokknum hingað til, en þið hafið talað að þið eigi ekkert mikla samleið svona málefnalega. Hvaða aðrir kostir eru í stöðunni fyrir ykkur aðrir en 5 flokka, 5 flokka stjórnarandstöðuflokka? Já, ég hef bara ekki talið það mjög raunhæfan möguleika að flokkurinn lengst til vinstri og flokkurinn lengst til hægri finni málefnalega samleið og við höfum auðvitað verið hvað gagnrýnust einmitt á þessu kjörtímabili sem nú er liðið á einmitt stefnu núverandi stjórnarflokkar sem hefur að okkar viti ýtt undir misskiptingu í samfélaginu, óréttlátari skattbyrði og leið hefur skort á að byggja upp innviði. Og þetta eru auðvitað risavaxin mál, þetta eru málin sem við vorum að ræða fyrir kosningar og þess vegna hef ég sagt að þetta sé ekki raunhæfur möguleiki. En myndirðu útiloka að setjast niður með formanni Sjálfstæðisflokksins og til dæmis formanni Viðreisnar og reyna að finna sameiginlega fleti á þeim málefnum sem að þið ég hef sagt að ég útiloka ekki samstarfi Viðreisn í breiðara samstarfi einmitt með öðrum flokkum eins og við höfum nú rætt til að mynda þessir flokkar sem voru búnir að tala saman fyrir kosningar og þá er ég að vitna til stjórnarandstöðuflokkana því mér finnst mikilvægt að við horfum til breiðra sjónarmiða. En mér finnst kannski stóru tíðindin úr þessum kosningum vera þau að kjósendur kalla eftir fjölbreytni. Við erum með fleiri flokka á þingi en nokkru sinni fyrr, fleiri raddir ef svo má orðið komast. Og kannski er þetta ákveðin skilaboð til okkar í stjórnmálunum að við endurskoðum hvernig við vinnum. Ég held að það sé ályktun sem er eðlilegt að draga og við þurfum að hugsa það ekki bara út frá einhverju ríkisstjórnarmyndun á gamla mátan sem snýst bara meiri hluta til þess að geta keyrt í gegn mál. Kannski þurfum við að velta því fyrir okkur hvernig við ætlum að starfa á Alþingi þannig að við náum í auknum mæli þverpólitískri samstöðu eins og við getum gert og höfum sýnt að við getum gert en hefur verið allt of lítið af. Og þetta finnst mér kannski að við mættum ræða allt eins og stjórnarmyndun. Því ríkisstjórn er eitt, en við vorum að kjósa til Alþingis og það er Alþingi allt sem hefur hlutverk að gegna við þróun samfélagsins og næsta. En einhverja ríkisstjórn þarf að mynda? Já, algjörlega. En við höfum bara að tala mjög skýrt í því hver okkar sýn er því. En ef við stæðum nú frammi fyrir langvarandi stjórnarkreppu, myndu þið ekki vera reiðubúin til að endurskoða slíka ástöðu? Ætli það kalli ekki á það að allir flokkar horfi til þess sem ég er að segja hér áðan, hvernig við ætlum að vinna saman á Alþingi ef við stöndum frammi fyrir langvarandi stjórnarkreppu. Birgitta, það má segja, tilraun ykkar til þess að mynda einhvers konar kosningabandalag á vinstri vægnum hafi að miklu leyti mistekist. Það þarf allavega 5. flokki með til þess að það gangi að mynda meirihlutastjórn. Það er jafnvel hafa heyrst það raddir að sem hafa gert ykkur ábyrg fyrir því að vinstri flokkarnir hafi ekki náð betra gengi í þessum kosningum. Hvað tekum við núna? Heldur að sérðu fyrir þeirra 5 flokka stjórn gangi eftir? Þetta eru Píratar vinstriflokkur. Nei, ég meina... Er Björt Framtíð vinstriflokkur. Nei, bara minnst það skrítið út í Skandinavíu þá er talað svona bandalög sem rauð-græn bandalög eða eitthvað slíkt. Það er ekki sett strax eitthvað stimpill hægri vinstri. Við erum einmitt að reyna að búa til vinnubrögð þar sem að flokkar geta unnið saman út frá málefnunum. Ekki einvörðungu út af því að einhverju eru minni hluta eða meiri hluta. Og það hafa margir talað það áratugum saman að það þurfa að búa til skýra valkosti fyrir kosningar.
og þar oft horft til Skandinavíu og Holland. Svo við vildum bara sýna í verki að við hefðum áhuga að gera slíkt. Og ég til alls ekki til að hafa mistekist. Það var mjög gagnlegt fyrir okkur og vonandi allir hin að sjá hvað við áttum margt sameiginlegt með þær aðaláherslur sem við lögðum fram og þar af leiðandi vorum við búin að vinna töluvert mikla forvinnu áður en að til kosninga kom. Þannig að fyrir okkur vakti ekki fyrst og fremst eða bara alls ekki að fara að reyna að næla okkur í atkvæði eitthvað slíkt út af þessu. Okkur fannst bara mjög mikilvægt að fara í þessa vegferð og búa til nýja hefð að vera með miklu skýrari línur fyrir kosningar. Enga síður, heldur það hafi verið taktísk mistök og útiloka samstarf með Sjálfstæðisflokknum og Framsókn? Já, eitt aðal áherslumálum Pírata að tækla spillinguna, að uppræta spillingu á Íslandi og miðað við ástæðu þess að það var verið að fara fyrr í kosningar þá hefði það verið ansi furðulega áhersla hjá okkur að fara að vinna með þeim flokkum sem hafa verið að glíma við til dæmis 5 ráðherrar á þessu stutta kjörtímabili sem voru að glíma við einhver slík mál. Þannig að þið útilokið ennþá samstarf með þessum 2 flokkum eða eitthvað? Já, það er alveg skýrt. Við sögum það fyrir kosningar og við meinum það alveg jafn mikið eftir kosningar. Hvaða skilaboð ferð þú með á fund með forseta Íslands á morgun? Já, ég nú bara að fara að hitta nýja þingflokki minn á eftir, strax eftir þennan þátt og við ætlum að ræða saman. Og þannig að skilaboðin eru mjög í anda þess sem að Benedikt og Katrín hafa verið að tala að við þurfum kannski að hugsa út fyrir rammann. Ég held að séu mjög margir kostur í stöðunni sem að kalla eftir því að eftir einhverjum nýjum, það hefur að kalla eftir nýjum vinnubröðum og eins og hefur oft komið fram og við höfum lagt mikla áherslu á að við þurfum að fara að auka trausti á Alþingi og það felst meðal annars í því að vinnubröðum þar séu á annan veg. Og ég held að það sé mjög mikilvægt að við reynum að finna málefnilega grunni til þess að vinna saman út frá einhverjum öðrum forsendum en bara minnihluta og meirihluta. Þannig að við viljum efla Alþingi, það er eitt af okkar höfuðmarkmiðum. Þannig að það er mjög margir kostur í stöðunni. Við erum ekkert að útiloka neitt nema bara við treystum okkur ekki til þess að vinna með fráfarandi ríkisstjórn. Sigurður Ingi, það hefur ekkert verið slegist að fá að starfa með Framsóknarflokknum núna eftir kosningar, að minnsta kosti hefur ekki verið mikið talað það. Yrðir þú sáttur við að sitja í stjórnarandstöðu á næsta kjörtímabili eða myndirðu hugsanlega vilja veita ríkisstjórn hlutleysi til dæmis? Ég er kannski rétt aðeins bara upphafi að bandalagið sem að Píratar reyndu að koma á það var auðvitað, fékk ekki stuðning, það var fellt í kosningunum og þess vegna þegar menn tala bandalög og miðjuflokka þá er kannski rétt líka að geta þess að Framsóknarflokkurinn er sannarlega miðjuflokkur, hann er akkurat í miðju stjórnmálana í dag, 4. stærsti flokkurinn eða 4. minnsti flokkurinn eftir hvað við á. Við erum 100 ára flokkur, höfum tekið þátt í ríkisstjórnarsamstarfi eða uppbyggingu samfélags allan tíman og við munum að sjálfsögðu ekki skorast undan slíku. Við þekkjum vel þessi verkefni sem blasa nú við á næstu vikum og af því að Benedikt var einmitt að nefna það hér áðan að það væri mikilvægt að vinna þannig að fólk inni saman á þinginu og skilaði að þá eru líka menn auðvitað sammála það að það verður einhver að vera í stjórn og bera ábyrgð og þó það heiti stjórnarandstaða þá geta menn unnið saman og undir minni stjórn síðustu 6 mánuði þá höfum við bara sýnt fram á að það er hægt. Við erum búin að sýna fram á að þetta er hægt. Það gekk fínt hjá okkur síðastliðin 6 mánuði. Ég býst að flestir geti verið sammála það. Hérna sem hér sitja. Þannig að þetta er hægt og við Framsóknarmenn kunnum það. Þannig að ég verð til reiðu búinn. Ertu bjartsýnn á að þú endir í ríkisstjórn? Bjartsýnn, svartsýnn. Við fengum auðvitað okkar niðurstöðu úr kosningunum og við verðum að hlýta henni og skoða hana, fara í eigin vinnu með að byggja upp flokkin aftur. Við unnum svakalega sigur síðast. Við erum kannski ekkert á ólíku róli svona með að ef við lítum svona síðastliðin 10-15 ára eftir tíman. Þú sagðir að þetta hefði gengið vel síðustu 6 mánuði eftir að þú tókst við. Af hverju gekk það ekki vel áður? Ég veit ekkert það en það gekk vel síðustu 6 mánuðina. Ég get tala fyrir mín störf og störf okkur Framsóknarmanna núna á síðustunni. Ég er bara að benda á að það sem að menn eru að tala að þurfa að gera, það hefur verið gert og við gerðum það síðastliðna 6 mánuði.
Óttar, þið mistuð talsvert af þingmönnum og fylgi núna í þessum kosningum en engu síður þá virðist þið vera svona í dálítið þægilegri stöðu, getum við sagt, í miðjunni í íslenskum stjórnmálum. Þið tókuð þátt í þessu samstarfi með stjórnarandstöðuflokkunum núna fyrir þessar kosningar en útilokar það að þið lítið til hægri? Sko, við tókum þátt í þessu samtali sem að ég lít á og við lítum á sem framhald af ágætis samstarfi í stjórnarandstöðinni allt kjörtímabilið og eins og Sigurður Ingi bendir á þá urðu kaflaskil í störfum þingsins fyrir 6 mánuðum eftir upplausnina í kjölfar Panama-skjalanna og það var engin einn sem að bara ábyrgð á því, held ég að það hafi verið sameiginlegt allra flokka bæði í stjórn og stjórnarandstöðu að átta sig á því að þetta gengi ekki öðruvísi, heldur en að menn reyndu að vera eins og menn og vinna aðeins betur saman. Og það sem við höfum verið að sjá núna síðustu stjórnir, talandi sterkar stjórnir, við höfum verið með sterkar stjórnir, 2 flokka, fárra flokka, sem að hafa ekki náð pólitískum stöðuleika, hafa jafnvel ekki staðið heilt kjörtímabil. Þannig að það er eitthvað að þessu módeli að þessi geti vinni og ráði öllu og síðan skiptist og þessi komi og ráði öllu. Þannig að við þurfum eitthvað að endurskoða þetta og ef það er eitthvað sem að maður hefur lært af þessum kosningum er að kjósendur vilja það, þeir vilja breytt vinnubrögð og þess vegna er vont einhvern veginn að upplifa að við séum komin núna í það að vera á fullu eftir þetta ágæta 6 mánaða samstarf í því að útiloka samstarf hægri vinstri fram og tilbaka vegna þess að það í raun og veru gerir ekkert annað en að þrengja möguleikana. Kannski setur það okkur út í horn og þýðir að við þurfum að finna nýja leiðir til þess að vinna eins og verið hefur nefnt hérna. Ég held að fyrir okkur bjarta framtíð að þá hefur alltaf legið fyrir að við höfum viljað leggja áherslu á ný og betri og breiðari vinnubrögð í pólitíkinu, við höfum reynt að ástunda það sjálf og en gjarnan verið, hvað hefum við að segja, ýtt af öðrum til þess að vera í stjórnarandstöðu frekar en að vera í einhvers konar samstarfi. Núna síðustu dagana, eins og við myndumst á hérna upp að við erum búin að vera að hittast hérna mjög reglulega fyrst og fremst hjá fjölmiðlum og ræða málin og það er mjög mikið verið að leggja spurningar, annarkvort eða spurningar. Útilokar þú samstarfið þennan, hvað ætlar þú að segja við forsetann þegar þú hittar hann á morgun? Og ég verð að segja, ég á bókaðan fund með forsetanum á morgun, ég ætla að byrja því að fara á fundin og segja forsetanum hvað ég ætla að segja. Þannig að þetta er aðeins spurningum hvernig við nálgumst málin og ég held að núna, dálítið eins og forsetinn sagði fyrir utan Hallgrímskirkju í dag, auðvitað höfum við ekki allan tíman í heiminum, en við þurfum að vanda vinnubröðin við þetta. Það skiptir máli hvernig við tölum saman og að við málum okkur ekki út í horn fyrirfram og endum með að mynda ömurlega ríkisstjórn bara vegna þess að það er búið að útiloka allt annað. Svo ég heldur nú áfram að spyrja já og nei spurningar, þá er einn af þeim möguleikum sem hefur verið nefndur í stöðinni, það er að þið myndið ríkisstjórn með Sjálfstæðisflokki og Viðreisn. Hvernig litist þér á þann kost? Ég átta mig ekki alveg á því, ég hef svona þá tilfinningu að ég er sammála Benedikt með það að ég myndi vilja sjá ríkisstjórn sem að væri með meiri breidd. Ég held að það skipti máli að það verði meiri breidd og við reynum að komast frá þessu annarkvort eða módeli. Þannig að við erum tilbúin til þess að taka þátt í ríkisstjórnarsamstarfi en það byggir á málefnunum og það hefur allavega verið ljóst síðasta kjörtímabil og núna í kosningabaráttunni að það hefur legið talsvert langt á milli okkar málefnalega okkar og stjórnarflokkana sérstaklega þannig að það þyrfti eitthvað talsvert að breytast þar afstaða manna og flokka það hvað væri verið að stofna ríkisstjórn. Þannig að við stofnum ekki ríkisstjórn bara til þess að raða kubbana saman heldur hlýtur hann ætla að gera eitthvað. Það er númer 1, 2 og 3. Oddný, þingflokkur Samfylkingarinnar er ekki stór núna. Vonist þið eftir að komast í einhvers konar ríkisstjórnarsamstarf, annarkvort í ríkisstjórn eða eins og hér er verið að lýsa einhvers konar hugmyndum samstarf þvert á flokka eftir málefnum? Við munum leggja okkar á vogarskálarnar til þess að hér megi mynda umbótastjórn.
Það áreiðanlegt. Hvernig sem við myndum gera það. Við myndum aldrei standa í vegi fyrir því að slík stjórn yrði mynduð. Þó að Sjálfstæðisflokkurinn hafi fengið meirihluta þá voru kjósendur líka að kalla eftir meiri breidd, ríkisstjórnin fallin, þannig að það svona margir möguleikar í kortunum og umbótastjórn það sem að okkur langar til að sjá í Samfylkingunni og ef við gætum lagt til lið þá myndum við gera það. En af því vorum að tala hér vinnubrögðin á þinginu þá leið mér, ég get sagt fyrir mig, mun betur þegar að við unnum svona saman síðustu 6 mánuðina. Það var þægilegra andrúmsloft og við komumst líka yfir meira. Og ég vona að það verði áfram bragurinn á þinginu og núna eru fleiri konur en oft áður og það gleðilegt út af jafnréttinu að því að skiptir máli að konur komi til jafnsugalla að því sem að gerist inn á Alþingi. En það gæti líka skipt máli út af svona stofnanamenningu ef svo má segja og vinnubröðum. Bjarni, þetta í sambandi við vinnubröðin, myndir þú vilja halda áfram þessari samvinnu sem hefur einkennt þingið síðustu mánuði? Sko það sem einkennir Alþingi umfram önnur þing hérna í nágrannaríkjunum, bæði Norðurlöndunum og víðar, það hvernig við göngum fram stjórn og stjórnarandstaða og hvernig í raun og veru valdahlutföllin þarna í milli, hvernig við umgöngumst þingsköpin og það birtist í þessum klassísku málþófsæfingum þegar að minnihlutinn ósáttur og vill meina að hann fái ekki áheyrn og ekki sanngjarnan tíma til þess að meðhöndla málin og koma sínum sjónarmiðum á framfæri og ósáttur við að meirihlutin fari sínu fram og meirihlutin segir, hér verður meirihlutin að fá að ráða, hann lýðræðislega kjörinn og þá verður bara hér talað inn í nóttina og við gerum það bara nógu margar nætur þangað til þið hætti þessu ofbeldi. Þetta gerist ekki annars staðar. Í öðrum löndum þar horfa menn á málin, skoða hvaða tíma þau þurfa, skammta þeim þann tíma og málin þau fá botn í atkvæðagreiðslu. Ég held að ef við getum gert eina breytingu á Alþingi sem að væri til framfara, þá myndi ég helst vilja þessa. Stundum hefur mér þess að hugsað inn á miðju kjörtímabili, þó ég gerði ekkert annað út kjörtímabili heldur en að leiða menn saman til þessara breytingar, þannig að við tækjum aftur stjórn á þinginu og ég með hugmyndina það hvernig við erum að gera það, þá það mjög mikið framfaramál fyrir öll þing inn í framtíðina. Mér langar aðeins að skjóta inn í varðandi það að niðurstaða kosningana kalla eftir svona breiðari skírskotun eitthvað. Ég verð bara að minna á það að hérna voru flokkar í framboði fyrir kosningar sem voru mikið að tala þeir væru allir eins. Margir frambjóðendur, ég man eftir þegar Össur steig fram og sagði það engin munur á Samfylkingunni og Pírötum, bara engin munur, þetta bara alveg það sama og Píratar voru að saka, ég ætlaði að segja Björt Framtíð var að saka Viðreisn að hafa stolið stefnuskránni sinni og slagorðunum og þeir voru þarna 4 á pólitíska kompásinum. Síðan þegar þeir fá allir svona sinnskammta atkvæðum, þokkalega góða kosningu en misgóða þessi 4, Samfylking, Björt Framtíð, Píratar og Viðreisn, þá koma menn og segja þetta auðvitað ákall gríðarlega svona breiða skírskotun sko. En þeir voru fyrir kosningar allir að tala saman það, þeir væru mjög svipaðir og ættu þess svona góða samleið. Mér finnst svolítið þversögn í þessari túlkun á niðurstöðu kosningana, þó ég skilji svo sem alveg að fólk vill ekki átakastjórnmál, fólk vill samvinnu þar sem hún getur átt við. En ég held í því það auðvitað mikilvægt að við vinnum betur saman, ég tek algjörlega undir það, en við megum heldur ekki líta framhjá því að það ástæða fyrir því að það eru ólíkir flokkar. Og við erum ekki að nálgast þetta verkefni eins og við séum að stofna keksverk. Heldur erum við á Alþingi og við erum að takast á það hvernig við viljum þróa samfélagið og við megum ekki líta framhjá því að það ástæða fyrir því að vinstri hreyfingin grænt framboð til og það til Sjálfstæðisflokkur. Það til dæmis af því að það þessi ólíka sýn. Sama má segja alla hina flokkana sem hér eru staddir, en samt held ég að við getum tekið okkur á hvað varðar vinnubrögðin. Ég held að það sé tvennt, við megum ekki gleyma því að það eru ólíka skoðanir, það eðlilegt að sé tekist á þær, en við eigum auðvitað að leita eftir aukinni þverpólitískri samvinnu, það það sem við þekkjum til dæmis frá Norðurlöndum, þar sem eru einmitt skýrir valkostur sín og stefnu, en samt reynt að ná þverpólitískri sátt í sem það hefur nú alveg gerst í sögunni að sósíalistar og sjálfstæðismenn hafa unnið saman, það er víslega alveg langt síðan, en Við vorum að fletta upp fordæminu fyrir því sem að hérna var nefnt
stjórn svona sem að laðar saman mismunandi ása og nýsköpunarstjórnin kannski dæmi það. En Sigurður Ingi, þú varst búinn að biðja orðið. Já, það sem sagt alveg eitt, og ég sammála Katrínu, eitt sko vinnubrögðin. Og ég held að við getum leitt þau fram með ýmsum hætti. Við erum búin að sýna fram á þessi hætti, ekki bara inn á þingi, heldur líka við aðila vinnumarkaðarins. En á næstu bara mánuðum, þá blasir við okkur, öllum stjórnmálaflokkunum, að við erum að fara að taka á mjög stórum málum varðar vinnumarkaðinn. Og það eru kannski þau stærstu mál sem lúta svona framtíð efnahagsjafnvægis á Íslandi. Og þess vegna þarf að mynda þetta mjög öfluga stjórn sem hefur trú á því að hún geti gert slíkt alveg óháð vinnubrögðum. Og hún verður að vera tilbúin að axla þá ábyrgð að klára það verkefni. Þegar þú talar sterkar stjórn, ertu þá að tala stóran meirihluta, tala svona, hvað ég að segja, innbyrðis jafnvægi? Gæti verið innbyrðis jafnvægi, sterk stjórn getur verið með innbyrðis jafnvægi þannig að hún sé með breiða skírskotun eins og hefur verið dálítið talað en það þarf líka að vera stjórnin sem slík, hún þarf að vera tilbúin að axla ábyrgð. Það ekki bara hægt að segja við ætlum að gera þetta allt í einhvern veginn samvinnu og það sé engin stjórn og engin stjórnarandstaða. Það verður alltaf einhver að vera tilbúin til þess en það þetta best í svona stóru málum að fá alla borð. Birgitta, ég held að... Já, mér langar bara að nefna það sko að það hefur oft verið talið vandamál þegar að meirihlutin of stór því að þá vill það verða svo að meirihlutin fer stórum á þinginu og afsakar sig sífellt með ákveðin yfirgang að þeir hafi meirihluta. Og síðan það nú þannig að Framsóknarflokkurinn í erfiðri stöðu, flokkurinn klofinn og maður heyrir það bara frá fólki innan á flokknum, þannig að flokkurinn þarf áður en hann myndi ég segja að væri stjórntækur að hlúa að bara sínu innra starfi. Margir sem, maður hefur enn ekki heyrt hvort að til dæmis það sé möguleiki á því að Sigmundur Davíð yrði einhvers konar ráðherra í ríkisstjórn með Framsóknarflokknum. Mörgum þetta það ótakt en hann væntanlega hefur alveg stöðu til þess og út frá kosningunni. En mér langar aftur að draga okkur inn í það sko ástæðan fyrir því að það oft málþóf á Alþingi sem kannski það sem fer mest í fréttirnar út af því að mál koma oft inn eða alltaf í kringum þinglok mjög mörg, löngu eftir að síðasta skiladegi á lögum lokið og þingið hreinlega getur ekki farið faglega yfir málin og við höfum verið að kalla eftir því að mál komi betur unnin inn í þingið. Það mikill pólitískur þrýstingur á að klára mál. Þetta hefur verið gagnrýnt meðal annars af umboðsmanni Alþingis að fagmennskan sé ekki nægileg, ekki náð nægilega mikið fagþekkingu til þess að gera frumvörpin vel úr garði. Þannig að svona hluti þarf að laga og það mjög auðvelt. Það eina sem vantar upp á vilji og þetta til með samkvæmt norska módelinu þá vinna frumvörpin miklu betur og meiri breiðari sátt það á milli ólíkra hagsmuna inn í ráðuneytunum áður en að kemur inn í þingið en að þingið verður ekki alltaf átakavettvangurinn. Það kannski ágætt að því nú ég þarf að líða lokum hjá okkur að taka bara örstutta spurninga á okkur í lokin af því að nú þetta svolítið breytt þing sem við svona erum með. Það fullt af nýju fólki, nærri helmingur af nýjum þingmönnunum nýjir á þingi, það næstu helmingurinn konur. Og bara ég byrja því að spyrja þig, Katrín, hvernig líst þér á starfið sem framundan? Það hefur auðvitað verið bara ofboðslega mikil velta á Alþingi alveg frá því að ég byrjaði og mér skilst að við séum 7 sem vorum kosin á þing fyrir hrun og ég sé einn þeirra og þar með líklega orðin elsta kona sem mann. Þannig að það auðvitað umhugsunarefni hversu mikil veltan hefur verið á þinginu og þó að sé frábært auðvitað að fá bæði þessi jöfnu kynjahlutföll sem ég fagna mjög og finnst frábært og frábært að fá nýtt og ferskt fólk inn, þá held ég að við þurfum að velta því fyrir okkur hver ástæðan fyrir þessari gríðarlegu hröðu veltu á þinginu. Benedikt, þú ert nú einn af þessum nýju þingmönnum. Já, ég hlakka mikið til að takast á við verkefni. Ég held að við eigum ekki að hika við að fara í stóru verkefni, við eigum að reyna að ná sátt þessi stóru mál, sjávarútveginn, landbúnaðinn, gjaldeyrismálin og svo framvegis, peningastefnuna. Og ekkert hika við það og ég vil bara taka fram að ég eini sem utanaðkomandi að það tók allir eftir því þegar Sigurður tók við, Sigurður Ingi tók við
að vinnubrögðin gjörbreyttust. Ég vonast til að það haldi áfram sá andi á Alþingi og við viljum svo sannarlega stuðla að því, en við viljum fyrst og fremst þá viljum við einhenda okkur í að mynda ríkisstjórn, gera hratt og mynda góða stjórn. Mér líst afskaplega vel á þetta nýja þing, ég verð að segja alveg eins og er. Ég var einmitt að horfa á myndir af nýjum þingmönnum, þarna ungt, kraftmikið fólk, fullt af flottum konum og ég hlakka til að vinna með þessu fólki og ég vona það að við ríkisstjórnarborðið verði jafn hlutfall karla og kvenna og þegar það verði raðað í formennsku í nefndum þá verði líka passað upp á kynjahlutföllin. Það er svolítið gaman þegar við náum svona árangri með jafnréttið inn á þingi og þá vona ég það gangi alla leið. Birgitta. Já, ég hef ekki bara sammálast það allt sem að hér sitjum að við látum þingi ganga vel eins og það hefur gengið undanfarna 6 mánuði. Það er ósköp einfalt. En ég hlakka mikið til. Þetta er alveg ótrúlega gaman að fá að tækifæri til þess að vera bara að gæta hagsmuna almennings og fá tækifæri til að vinna með svona fjölbreyttu fólki. Það er náttúrulega vill enginn taka sér rétt upp hönd og segja að hann vilja þingið gangi illa, en Björn. Já, hvernig manni líst á þingið? Mér líst bara vel á þetta. Það er að koma margt nýtt fólk eins og hér hefur komið fram. Þetta er mjög skemmtileg þróun varðandi það hvernig hlutur kynjana er sífellt að lagast. Og já, ég get ekki neita því að maður er líka að hugsa yfir þessu sem að Katrín nefnir að það þetta er svona, já, eins og þvottavél, þingið. Það fer inn og kemur mjög hratt aftur út og snýst mjög kraftulega þann tíma sem það er inni. Svona svo skýrið í dæmi út. Já, ég meina, ímyndi ykkur allan fjölda þingmanna sem var að sækjast eftir endurkjöri og fær ekki kjör núna. Svona hefðbundi hefði maður sagt að slíkt fólk væri í sterkari stöðu. Og þessar tölur eru mjög sláandi endurnýjun. Ég er að komast í hóp svona eldri þingmanna. Ég er nú ekki orðinn 50 og hef setið á þingi frá 2003. Svo eru svona á stangli menn eins og Steingrímur sem eru búin að vera í mjög langan tíma, en þeir voru miklu fleiri hér áður fyrr sem voru lengur. Ég er ekki að segja annars ég er betur en hitt, en þetta er dálítið umhugsunarefni, ekki síst vegna þess að það hafa orðið mjög miklar framfæri líka á þinginu yfir þennan tíma. En samt er þessi krafa stöðu og endurnýjun á þinginu og það er, ég ætla bara að deila því með ykkur hér innan úr þingi sem er rætt í kaffistofun almennt. Þetta sem ég var að nefna áðan, varðandi þingsköpin og hvernig við umgöngumst þingsköpin. Þetta er eitt af því sem gerir þingmannsstarfið óáhugavert fyrir þá sem koma nýir inn. Horfa, er þetta virkilega svona? Ég trú ekki að ég sitji hérna í marga klukktíma yfir engum af því að menn eru í valdatafli það hvaða mál á næsta fara á dagskrá eða eitthvað. Þetta verður bara að laga í mínum huga. Sigurður? Já, það er auðvitað frábært. Við erum auðvitað búin að vera í fremstu röð í jafnréttismálum, semst fjölda og svona jafnvægi á milli kynjanna bæði á þingi og sveitarstjórnum. Ef ekki alfremst þá allan með fremstu þjóðum og ég býst við séum þá komin einu skrefi ofar og það er þetta jákvætt. Ég hef talsverðar áhyggjur af þessari þróun sem við erum búin að sjá núna síðustu 3 kosningar hið minnsta, þar sem að allt og margir sem hafa reynslu hætta eða falla út og ekki það að það sé ekki gott að fá nýtt og ungt og ferskt fólk inn, ungt og öllum aldri, vel að merkja, því að mér sýnist það nú líka vera svona þróunin hjá okkur í þessum kosningum. Heldur það tekur ákveðin tíma að læra taktinn í þinginu og hvernig þínir hagsmunir eða hvernig þín geta og þekking nýtist best, hvernig þú getur komið málum hreinlega fram. Og það tekur einfallega bara mislangan tíma og þannig að þeir sem að sitja kannski eitt kjörtímabil, þeir njóta þess síður að geta komið sínum máli eða málflutningi fram inn í gegnum þingið, gegnum starfið og þegar það er stöðu útskiptinga þá munur þetta að lokum hafa líka þau áhrif að það verður minni sérþekking inn í nefndunum á þeim málum sem að lifa svona stundum í gegnum þingið. Þannig að við ættum að taka umræðum þetta að þessi krafa sem að að þetta sé ómögulegt fólk sem sitt á þingi og það bara henda því öllu út og fá nýtt. Hún auðvitað ekki raunhæf en
En þetta vandasamt, þetta auðvitað lýðræðið, en sem sagt, og kannski spila líka inn í starfsaðstæðan eins og hérna, bæði hvernig við vinnum á þinginu og eins svona hvernig umgjörðin í kringum þingmannsstarfið. Óttar, hvernig líst þér á vinnuna á framöndan? Já, mér líst mjög vel á þetta. Ég mjög heppinn, ég í fullkomnum minnihluta í mínum þingflokki, eini kallinn, þannig ég hlakka mjög til. Ég held að það skipti miklu máli að það séu fleiri konur. Ég held að það sé mjög mikilvægt fyrir okkur sem fyrir erum, sem að tökum á móti þessum nýju þingmönnum að við byrjum ekki á því að kenna þeim ósiðina, heldur að læra af þeim að þróa vinnubröðin. Og það að þessi valdabreyting hafi orðið og við séum ekki lengur með þessar stóru blokkir og þessar sterku flokka, sterku kalla einhvern veginn, geri það að verkum að við neyðumst aldrei til þess að vinna meira saman og finna leiði til þess. Við höfum gert alveg ótrúlega hluti eins og til dæmis útlendingalögin sem að voru unnin saman af öllum flokkum og samþykkt í breiðri pólitískri sátt allra flokka, að það í raun og veru Evrópumet. Það hefur, ég veit ekki hvenær það hefur gerst í Evrópu, þannig að við kunnum þetta fullkomlega. En síðan á sama tíma verið að leggja fram frumvörp sem hafa verið unnin af stöku ráðherrum á neinnar aðkomu og þar verða auðvitað lætin. Síðan vil ég nú bara minna á það að Alþingi Íslendinga hefur náð saman stór mál eins og neyðarlögin og alla kafla haftamálana. Þar hefur verið bara breið sátt allra flokka þegar að virkilega kreppir að. Þannig að ég bara leyfi mér að vera fullkomlega bjartsýn að það öll elementin eru þarna. Er það ekki yfir 90% mála sem að renna í gegn með grænutakkanum og allir á? Eitthvað að hinum. Við komum þessu á þessum nótum hér í kvöld. Við ætlum að setja punktinn hér í kvöld og þar með lýkur formlegri kosningaumfjöllun RÚV vegna þessara alþingiskosninga. Síðustu 6 vikur höfum við kynnt framboðin 12 frambjóðendur og stefnumál í 45 dagskrárliðum í útvarpi og sjónvarpi sem og kosningavefnum. Fréttastofan heldur áfram að fylgjast með þróun mála og myndun nýrra ríkisstjórnar. Við þökkum fyrir okkur. Verið sæl.